Góðan daginn öllsumul. Og ég ætla að tala IREI og hvað það verkefni gengur út á. En sem sagt IREI verkefni sem við byrjuðum að vinna við þetta cirka 2020 og sáum bara mikla þörf á þjónustum fyrir vísindafólk. Eina þjónustu frambóði sem var í gangi var bara almennt upplýsingatækni frambóð, þannig að okkur langaði mjög mikið að fara í það að búa til svona sérhæfða þjónustur sem við höfum gert og verkefni hefur gengið út af það. Það sé að búa til svona öflugan innviðakjarna fyrir rannsóknarfólk sem að átti þá að innihalda aðgengi að upplýsingatækniráðgjöf. Hún mjög mikilvæg. Fólk fer af stað og vill gera hitt og þetta og það ágætt að fá ráðgjöfuna strax í upphafi. En innviðakjarninn væri þá líka með það sem við kallum HPC-búnað og þetta eru bara ofurtölvur sem við erum að ræða þar, gagnageymslur og líka lausnir fyrir miðlun gagna. Við höfum fengið til þessa 455 milljónir krónur í styrk og við erum búin að klára inni fyrir nokkuð síðan að koma þessum innviðakjarna upp og grunnurinn kominn. Fjárfestingin hefur mikið til verið í þessum ofurtölvu búnaði og gagnageymslum. Og síðan náttúrulega bara áfram frekari þróun og innleiðing og ég ætla að koma aðeins betur þá eftir. Það sem gerst hjá okkur frá því við byrjuðum að við höfum séð mikla aukningu á notendum. Það miklu fleira að nota í dag heldur en var þegar við byrjuðum. Og við vorum reyndar þá á þeim tíma þegar við byrjuðum með svona svokallar HPC þjónustur. Þannig að þetta hefur gengið alveg ágætlega hjá okkur. Hjá upplýsingatæknisviði Háskóla Íslands starfa í dag núna 4 IREI sérfræðingar og það rauninni þá þessi mannlega þjónusta sem við bjóðum upp á. Við erum líka bara að læra og við erum að læra hvað þarf, hverjir eru þarfir vísindafólks fyrir upplýsingatækni. Hvað getum við gert þar? Þannig að það svona bara ákveðin þekkinguuppbygging í gangi og nokkun að aukast mjög hratt og mjög mikið. Kannski bara yfir í konsepti þá, út á hvað gengur þetta. Það þessi ráðgjöf sem ég var að tala þessi almenna upplýsingatækni ráðgjöf. Og það getur oft gengið og það líka bara að finna lausnir og kaupa lausnir og síðan innleiða lausnir. Það einhver sjálfvirkni komin í gang. Ok. Þetta eitthvað planað hjá þér, Eiríkur? Já. Síðast ég stóð var að halda fyrirlestur sem var í nóvember þá hrundi skjávarpinn. Þannig að, þetta bara þegar ég kem, sko. Þakkaði fyrir. En ég var að tala sem lausnir, að finna lausnir og kaupa þar og innleiða þar. En það sem að okkur við sjáum, að því að við erum hér mikið til að tala gögn. Það sem við sjáum mjög mikla þörf á að til að við getum byrjað að búa til gagnagrunna og fleiri gagnagrunna, sterkari gagnagrunna, betri gagnagrunna og þurfum við líka fólk sem með þá þekkingu. Þannig að við hjá ETS, upplýsingatæknisviði, erum að berjast fyrir því að við fáum að bæta við fólki sem hefur svona gagnavinnslu þekkingu. Fólk sem eru gagnagrunnsfólk, fólk sem getur hjálpað til við að búa til gagnagrunna. Vonandi núna á komandi árum verður einhver árangur því að ég sé sjálfur að því ég sjálfur mikið í þessu að þörfin fyrir slíkt alveg ótrúleg og bara það mikið verk að vinna. Þannig að ég algjörlega sannfærður það að það eitthvað sem þarf að gera mikið í að svona byggja upp þjónustu í kringum gagnaðuppbyggingu. En síðan ekki bara ráðgjöfin, það einn af þessum 4, en annar þá gagnageymslan. Og við fjárfestum í búnaði sem heitir NetApp og sami búnaðurinn og Íslensk erfðagreining hefur notað til þess að halda utan í sín gögn og þetta í raun og veru bara kerfi sem eitt stórt gagnaský og þarna inni eru alls konar gagnamiðlar og ódýrir og dýridiskar, hraðir og hagvirkir. Það kannski ekki hagvirkir, minna hraðir. Og þetta slík gagnageymsla stendur vísindafólki til boða og ekki bara vísindafólki í Háskóla Íslands, heldur bara íslensku vísindafólki, rannsóknarfólki. Það sé að koma hann inn og fá gagnapláss til að geyma sín gögn. Þannig þetta bara svona grunngagnageymsla.
En sú gagnageymsla uppfyllir allar kröfur sem gerum öryggi og nú það einmitt eitthvað sem við sjáum alltaf vera að gerast meira og meira með að það alls konar ógnir að koma og við erum að byggja þetta upp með það í huga. Síðan miðlun, ég ætla að koma aðeins betur hérna á eftir, við erum kannski þá vísindamaðurinn komið með einhver gögn inn í umhverfið, hvernig getur hann miðla þeim gögnum í hópum sem hann að vinna og ég ætla að tala það. Og síðan þetta reikniafl eins og við talum áðan, við erum með mjög öfluga tölvur sem eru mikið notaðar og þessi gagnageymsla og reikniafli, það svona koncept sem við verðum að þróa sem það vinnur algjörlega saman. Nú, hvar erum við staddir í dag? Eins og segi, þessi nettabúnaður uppi og keyrandi. Við erum með gagna pláss upp á 3 petabyte sem alveg dágott. Eins og segi, þessi gagnageymsla tengt við þetta reikniaflsumhverfi og reikniaflsumhverfið, ég veit ekki hvað það segja ekki mikið en það 700 teraflops sem þar eru og heilmargir kjarnar sem inn í þessu. Við erum að fara að opna á svona tól fyrir gagnamiðlun sem ég ætla að sýna ykkur strax. Afritun í gangi og síðan erum við líka með þessa notendaþjónustu fyrir það fólk sem að nota Írey. Nú þá á miðlunni, loksins, við höfum valið kerfi sem sama kerfi og notað í sænsku vísindaumhverfi sem kerfi sem heitir Nextcloud, sem bæði open source hugbúnaður og líka lokaður. En við sjáum þetta sem einhvers konar tól ofan á gögnum sem geymd í þessu umhverfi. Og þetta eru þá gögn sem eru þá geymd í okkar umhverfi, þetta ekki hjá Microsoft, þetta ekki í skýi, heldur hjá okkur og uppfyllir okkar kröfur. Þannig að þarna erum við að tala að geta boðið vísindafólki upp á einhvers konar hópinukerfi, þar sem að vísindafólk getur unnið saman í gögnum og miðla þeim sín á milli. Og þetta eitthvað sem við erum bara að fara að opna á og verður hluti af okkar tækniumhverfi og mun líka vinna með HPC umhverfinu. Og aftur með öryggið að þetta eitthvað sem að uppfyllir kröfur sem við gerum út frá okkar votta stjórnkerfi samkvæmt ISO 27001 upplýsingaöryggi staðlinum. Nú, ég ætla að hlaupa mjög hratt yfir þessa glæru, þetta bara til að segja ykkur að við höfum mjög mikið reikniafl og það getur gert ótrúlega hluti, ég ætla ekki að eða meiri tími það, en í þessu reikniafli alls konar hugbúnaður. Og það sem ég langar líka kannski að nefna í dag að það svo margir sem viti ekki á möguleikunum sem í gangi. Fólk að keyra alls konar hugbúnað á einhverjum búnaði sem kannski ekki alveg til þess gerður, en veit ekki að því að það til kannski útgáfa af sama hugbúnaði í þessu umhverfi. Þannig að fólk getur upplifað það að eitthvað sem einhver keyrsla sem fólk hafa verið að gera á einhver gögn, einhver keyrsla sem getur verið að taka kannski daga eða jafnvel vikur, tekur miklu minni tíma. Þannig að þetta eitthvað sem við sjáum mjög ofta, það kemur fólki óvart hvað þetta getur gerst. En sem sagt, við erum líka ráðgjafir í þessu, þið getur leita til okkar og spurt spurninga svona hugbúnað og við hjálpum við að finna þessar útgáfur sem eru til fyrir þetta umhverfi. Og ef líka einhver sjálfur í eigin forritun og að búa til alls konar kerfi, þá getur við líka hjálpað þeim að fá þann kóða til að virka í þessu HPC umhverfi. Og hérna bara eitt stutt dæmi sem ég tók og þetta sem sagt mælingar sem voru gerðar á Hofsjökli og þetta var á vegum landmælinga og þeir voru með sin eigin vél sem var ekki neitt sérlega léleg og þeir að sjá sem sagt vera frá því að vera að vinna á einhverjum svona 4 til 12 tímum að vera fara sig niður í 1 til 4 tíma og það miklu betri dæmi en þarna sér fólk oft alveg ótrúlega mikinn mun. Nú, loka glæran frá mér, sem sagt, Írey þjónustan, hún til staðar og ykkur aðgengileg, við erum að veita ráðgjöf, aðstöðum innkaup, við útlutum gagnasvæðum og munum fara að bjóða upp á þennan Nextcloud aðgang mjög fljótlega
og setjum upp hugbúnað og innleiðum með fólki. Og það sem kannski við erum að sjá svolítið í dag að því nú þetta komið hvað á 3. ár sem við höfum verið að vinna mikið með fólki, vísindafólki, að við erum að sjá þau verkefni sem hjá okkur þurfa að stækka. Fólk að gera meira af því að það hreinlega hægt að gera meira. Innviðurinn að opna það. Já, síðan bara að lokum frá mér að sagt, við erum með ákveðna vefsíðu sem er uppi sem þá upplýsa hvernig sagt, HPC hverju virkar. Síðan erum við með spjallarás sem fólk getur fengið aðgang að. Við erum sagt, þeir sem eru þessi sérfræðingar. Við erum náttúrulega út á Neshaga en við erum líka farin að vera niður í Öskju hálfan dag í viku til þess að búa til meiri nálægð við vísindafólkið. Og ef fólk vill fá okkar þjónustu þá einfalt að það bara senda beiðni á help@hi.is. Það var mér.